Góðan daginn og velkomin í þátt númer 119 hér á YouTube-rásunum minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Í dag er mánudagurinn 7. september og já, það er haust í lofti. Það er bara svoleiðis, allavega hérna á þessum enda landsins. Nú í dag er það allt þetta hefðbundna, það er klár, verk í vinnslu, hvað er döfinni og hvað er það til pókan og svo framvegis. Ég er alltaf að hugsa kynninguna aftur og aftur, hún var svo þreytt og automatísk og kannski breytir maður til við tækifæri, sjáum hvað situr. En það er einn bolli hérna komin, eða bolli númer 2, búin að fara á æfingu og djöflast. En já, ég er hérna með 2 klár og svo er ég með 2 verk í vinnslu, annað er inn í stofu, þannig ég ætla að setja ykkur á pásu. Já, hér er ég aftur. Já, það eru samt 3 verk í vinnslu en 1 get ég bara alls ekki sýnt ykkur eins og staðan er og þið getið giskað á hvað það er. Það er prjón fyrir Stífan. Sýningu það þegar ég má það. Þannig að ég ætla bara að byrja á klárunum. Það eru 2 eins og það er hérna heitir svo mikið sem voðalega þetta óskipulagt hjá þér, kona. Þetta er hérna peysurnar á típana, Mering Sweater. Þetta er þá peysa númer 3 og 4 sem ég geri. Ég er búin að gera Hrafntinnu og Valdísi og núna er það Indianamist og Rafnemist sem fá. Og það er bundin slaufa hérna aftan og svo er svona pínu op og bara nett munstur á framan og ég sleppti því að setja það á ermarnar af því að litlir puttar eru alltaf útglentir og þú veist, tróða sér í gegnum allt. Þannig að hérna, hér er hinn bara nákvæmlega eins. Þannig að nú get ég farið með þær í sveitina og láta þær hafa. Þær eru að fara að byrja leikskóla. Þær eru að vera eins eftir mánuð. Já, þær eru 11 mánuði í dag, bara hvert fór þessi tími. Ég notaði Drops Air og þetta er litur númer 24. Ég fór, af því að þær eru svo rosalega grannar, þá fór ég niður prjónastærð en gerði minnstu stærðina samt, sko, og notaði lengdina á því en það eru rosalega nettar. Þannig að ég fór bara niður prjónastærð frá því sem ég gerði á Hrafntinnu og Valdísi. Þannig að þar leiðandi þá notaði ég 3,5 mm prjón í stroffi í staðinn fyrir 4 mm og 4 mm í bólinn í staðinn fyrir 5 mm. Þannig að það er nú allt og sumt. Það var alveg skrítin birta. Nú byrjar þetta ves. En, já, við sjáum bara hvað situr. Þannig að þetta voru klárin þessa vikuna. Fyrir utan þeir sem eru á Instagram eru kannski búin að sjá það en ég kláraði að gera hérna makramei gardínur fyrir vinnuherbergið mitt. Ég ætlaði að fara að selja böndin mín, makramei böndin mín, en svo þegar ég fór að strjúka því þá tímdi ég ekki og ég skellti 2 hengi fyrir Hrafntinnu og Valdísi að ósk mömmu þeirra og svo gerði ég eitt hjúts og ég er ennþá að drepast í öxlunum eftir þetta. Eða svoleiðis, við erum líka búin að vera djöflast úti.
og það fóru 700 metrar af böndum í gardínuna og ég reyna að smella inn hér myndskeiði. Hérna er sem sagt makrame gardínan í allri sinni dýrð. Það er nógu lömpum minna. Færum þetta aðeins. Þetta tók á axlirnar, get ég sagt ykkur. En ég er rosalega ánægð með þetta. Og þannig að það gekk vel á byrðirnar. Það er eitthvað smáttur í eftir sem ég get nýtt í svona lítil minni hengi. Og ég ætlaði að dunda mig við þetta eins og allt í einu fattaði ég að ég ætlaði að vera með að búa til þátt í dag og það er nefnilega það sem fylgir þessu er ógeðslega mikið ryk, afsakið, og vinnustofan var bara einn rykhnóðri, svo ég ákvað bara að spýta í lófana og römpaði svo af og Helgi boraði fyrir mig 4 gött í vegginn og ég setti bara svona leðurólar utan gardínustöngina og skrúfaði inn í vegginn. Þannig að þetta er bara mjög svona einfalt og þetta er bara gardínustöng sem ég átti inn í skáp, svona eins og fólk á. Bara. Ég man ekkert hvað hún kom með það, bara eitthvað svona afgangs úr einhverju. Það var allavega, ég fann ekki réttu festingarnar á það, þannig að ég vill svo til að maður á eitt og annað inn í þessum hyslum hérna og ég ákvað að skella bara leður reimum utanum. Þannig að ég er mjög ánægð með það. Nú, síðan er það verkjavinnslu og eins og ég sagði áðan þá get ég ekki sýnt ykkur þetta sem ég er að vinna fyrir Stephen, en það er ákaflega spennandi og hlakka til að sýna ykkur það. Ég fæ að eiga verkefnið og ég valdi liti sem eru algjörlega út úr mínu öryggisneti. Bara, þú veist, alltaf gaman að augra á sig og vinna með öðruvísi liti. Svo sé ég bara til hvort að þetta endi hjá mér eða verða gjöf eða eitthvað. En síðan, af því það er byrjað að kólna og svona, þá dró ég þennan jálk fram og ég er búin að setja 1, 2, 3, 4, 5 umferðir í heklaða teppið og þetta er orðið vel þungt. Það nær niður á gólf og nær mér hérna. Þannig að ég átti að gera helmingi meira pluss eitthvað. Svona langar að ná þessu í allavega lengdina á hjónarúminu. 2 metrar, en mögulega hef ég það svolítið lengra. Svo náttúrulega þegar og ef ég baða það, þá náttúrulega mun strekkjast á því alveg hressilega því þetta er mest megnis superwash garn og það er eins og áður, það er bara afgangar og þetta er næst síðasta kakan sem ég átti tilbúna. Það er ein eftir og þráður af hvítum Fabel, litur 100. Og það er 6 mm heklunál, notuð í þetta. Og þetta er bara mjög svona næs og róandi í kuldanum að vinna í þessu. Ég eiginlega treysti mér ekki til þess að opna það alveg af því að, já, ég tek frekar bara bráða mynd af því á rúminu og skeyti inn við þegar að já, þegar ég geri það, skeyti því inn hvað sem verður núna eða næst eða eitthvað tímann. Síðan ákvað ég að prófa að gera The Prairie Socks eftir K.F. Jones í Bakery Bears og fara bara algjörlega eftir uppskriftinni og ég er aldrei svo vant að gera bara 1 sokk og þetta er úr rosalega fallegu garni frá Döggu. Ég talaði það í síðasta þætti
rosalega er ég óskipulögð. Ég nefnilega miðarnir inn í stofu. Já, bara ég verð með miðana hjá mér þegar ég verð búið með, eða þegar ég sýni einhverjum næst, hvað sem ég verð búið með þennan eða báða eða hvað. En ég bara að gera svona Eye of Cartridge heel sem er bara svona mjög líkur Halldóru-hælnum og bara að fara algjörlega eftir, eins og ég segi, uppskriftinni. Það er bara voða fallegt svona einfalt munstur og garnið er geðveikt. Það er svona pínu yrjótt, rosalega djúsi. Þannig að já, þetta er bara this is it. Nei, þetta er nú alveg ágætt. Svo datt nú í pokan hjá Kjalli. Nú, ég talaði það í síðast þætti að ég var að fá sendingu frá Stephen and Penelope með meira spin cycle yarn og þessar 3 dýrðilegu hespur komu til mín. Pick Your Poison, The Meadows, Stay Ready. Og þetta er bara, þannig að ég á 2 The Meadow núna. Og þetta er bara eitthvað sem ég að dunda mig við að safna mér. Aldrei að vita nema það ég eftir að bætast í safnið. Mögulega, það vantar svona svolítið meiri helgulega liti í þetta. Ég veit ekkert hvað ég ætla að gera við þetta. Mér finnst bara ég var að prjóna eitthvað verkefni fyrir Stephen þar sem þetta var og bara oh my god. Og þó þetta sé sjúklega dýrt þá þarf maður bara stundum að leyfa sér sko. Síðan var umræða inn á handaðum heklurum, frekarnum prjónurum þar sem að konur voru að leita að strekkjurum fyrir svona heklaðar og prjónar dúllur. Og ég sá hann Sveina í Garni gangi kommentaði á það og sagði að það væri til svona stykki hjá þeim. Nema ég gerði mér ekki grein fyrir hvað var rosalega veglegt og hvað getur tekið stóra dúllur. Og svo fylgja með svona gaurar sem að skrúar bara í viðeigandi stærð og strekkir á. Þetta er alveg hverra krónu virði sko. Af því að ég náttúrulega er með allavega 1 dúlluteppi í gangi. Man ekki neitt. Það er ekki með þetta niður skrifa hérna og það. Já, nei, ég er bara með, eitt svona svoleiðis í gangi og svo er ég með þarna bugðu og þetta sem ég var að sýna ykkur. Ég er nú ekki búin að snerta bugðunni ennþá. Og svo langar mig að gera annað svona ömmu dúlluteppi. Afsaki. En já, þannig að þetta áttur að koma sér vel. Ég hefði gjarnan viljað hafa haft þetta þegar ég var að gera, þegar ég var að prjóna hekluðu dúllurnar í teppið sænska teppið mitt sem að endaði í tjaldvagninum From Grandma with Love. Það er bara þar. Ég svo til við förum á stað aftur í vor. Þannig að já, ég sendi bara skilaboð á Sveinu í gegnum Instagram og hún bara reddaði þessi snarhasti og skellt þessi í póst og nú á ég svona strekkigreið. Þannig ég er bara mjög ánægð með það og hvað er á döfunni? Ég var að hugsa í gær á ég að fara að byrja á einhverju svo bara nei, ég er ekki alveg. Ég veit ekki, ég er bara búin að vera svolítið dösuð og það er svona pínu beigur í manni fyrir næsta mánuði. Það er afmælismánuðurinn minn og líka dánardægur mömmu. Það var fyrsta, það var komið ár síðan og það er einhvern veginn svona pínu, ég veit ekki hvað það er einhvern veginn svona
pínu dregið úr mér en ekkert eitthvað svaka. Þetta bara svo skrítið að það sé að vera komið ár. Mér finnst þetta bara svo nýskeið en já, samt erum við að vera búin að fara hringinn. Já, ég er náttúrulega á stórafmæli hann í byrjun næsta mánaðar og í tilefni af því þá pantaði ég mér reyndar tíma í tattoo fyrir það 5. október þar sem ég, af því ég var að klára að fara í gegnum nokkra kassa frá mömmu og rakst þar á minnisbók þar sem að undirritun hennar er. Hún voða mikið fyrir að gera svona einhverja dúllur hér og þar og skreita. Þegar hún var að tala í síma þá var hún alltaf eitthvað að dúllast svona meðan að hendurnar leyfðu og hún var með rosalega fallega rithönd. Og þetta er nú ekki alveg þannig að þessi rithönd sem að ég næ á og ætla að láta setja á handlegginn á mér er þegar hún svona aðeins byrjuð að kalka í höndunum en samt ótrúlega fallega rithönd og og þegar ég fann þetta í minnisbókina þá bara laust því að mér að þetta er að fara á mig. Ég var löngu búin að ákveða með önnu minni að við ætlum að fá okkur lítinn fíl, að mamma safnaði fílum en ég ætla bara, hún ætlar, svo sem ætlar að tattúa mig, ætla bara að reyna að koma því eitthvað staðar skemmtilega fyrir hjá nafninu hennar. Og það fer annarkvort að innan verðan vinstri eða hægri. Og svo er ég búin að segja pappa, hann þurfa að fara að fá sér svona minnisbók og skrifa nafnið sitt. Af því hann fer þá hinn handlegginn ásamt einhverju sem tengist sjónum. Hann er vélstjóri, mögulega verður það eitthvað konar partur af vél eða eitthvað. En það kemur ekkert að því strax. Það verður svona gert að sama tilefni þegar að því kemur já. Þannig að ég er mjög spennt fyrir að fara í það og ég er búin að vera svona velta fram og tilbaka hvort ég haldi upp á afmælið því ég er ekkert rosa mikil svona að halda partí nema fyrir bara einhver að fá það. En ég held sér komin á þá niðurstöðu að vera bara með kaffiboð á deginum sjálfum og bara bjóða svona mínum allra nánustu börnunum og systkinum okkar Helga og pöbbunum okkar. Bara svona aðeins. En já, þannig að ég er einhvern veginn prjóna gleðin er ekki alls ráðandi eins og en það kemur. Og það er bara einhvern veginn, mér finnst líka svona ákveðin þróun í að vera að klára verkefni og svo er ég að fá eina yndislega frænku systur mömmu á eftir og ég ætla að koma henni í gang með að hún er að fara að prjóna heimferðarsett á fyrsta langömmubarnið sitt. Þannig ég ætla svona að hjálpa henni af stað í því og já, svo bara ég veit að þá eftir að koma eitthvað uppfylltunaræði ábyggilega fyrir en ég held. Þannig að við sjáum bara hvað verður að segja því í næsta þætti. En ég ætla að fara að ganga frá og koma þessu yfir á alheimsnetið af því að það er lítil kona að koma í æfingapössun. Já, mér sé nú eftir, við erum að fara að byrja í nóvember alveg að vera á fullu saman 34 daga vikunar og þannig að það er bara og mamman er svona aðeins að grípa inn í vinnu hér og þar og þá fáum við að æfa okkur. Hún er aðalega samt bara sofandi. En það er líka bara fínt að læra að vera meðvituð að sé ykkur fyrir utan sofandi. Og svo erum við bara vona að þetta blessaða hús fara að klárast utan. Við erum búin að gera það sem við ætlum að gera fyrir haustið. Og já, þannig að það er bara, þetta hefur allt sinn gang. Maður er búin að læra það að þolinmæði deyð þegar kemur að framkvæmdum stórum og en þetta er alltaf hafast. En það er svo sannarlega haust í lofti. Það er alveg, og ég sjálf sér skemmtilegast prjónatími ársins að skella á en ég áttur, minn prjóna andi, hann mun koma til mín áður en ég veit af. En þetta var bara stutt og létt í dag. Það er bara stundu þannig.
Ég get ekki fyllt upp í meira með einhverju meiru blabla, en allavega við sjáumst líklega 2 vikum liðnum og þangað til þá segi ég bara takk fyrir í dag og bless bless.